heil og sæl í tímamóta þátt. Heldur betur. 250. 250, 5 years. Já, 5 ár. Það er ansi mikið. Finnst þess að við byrjaði í gær Já. í bílskúlum. Já. Þetta stofunni hjá mömmu. Ekki reynda þegar þú skoða svo myndbönd á gamla þáttunum okkar, þá erum við búin að eldast eins og svona 50 ár. Já, mikið vatnurinn til sjáar, alls konar gestir komið og farið og einhver orðið betri vinnur okkar en aðrir. Já. Við erum með mjög góða vinkonu okkar núna. Og einmitt gesturinn í kvöld er engin annar en góð vinkona þáttarins Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og já, stórvinkona okkar. Já. Þáttur 250 og við kunnum henni bestu þakki fyrir að mæta til okkar í tímamóta þátt. Já, þetta er bara ótrúlegt að fá að njóta þessa stunda með Er það ykkur. Ég ekki? gerði mig ekki grein fyrir þetta að vera svona stór tímamót. Já. Ég þakka bara fyrir slottið. Já, ég held að Kristrún eigi 3 af þessum þáttum og alltaf verið mikið hlusta og mikið gaman þegar hún kemur. Þannig að margt vatn undir sjáar síðan hún kom síðast Kristrún. Mér langar að byrja á opinni spurningu. Já. Hversu mikið viðbrigði að fara úr því að vera síðast að komast til okkar, formaður stjórnarandstöðuflokks, núna hann er forsætisráðherra, aðeins embætti sem hægt er að fá, hversu mikið viðbrigði þetta? Þetta er nú mjög opin spurning. Þetta er auðvitað viðbrigði, þetta er allt önnur vinna. Þetta er samt ekki, ég veit það ekki, það fer bara mjög mikið eftir hver tekur við þessu embætti. Já. Ég er náttúrulega búin að eiga mjög hraða framþróun í stjórnmálum, þannig að svona mín tilfinning komandi inn í svona stöðu er kannski líka bara ólík mjög margra annar sem hafa verið í þessu sko. Ég er ekki búin að vera í langan tíma pólitík og einhvern veginn vera að bíða eftir þessu eða vera að spila marga leiki Raða stólum. eða ganga í gegnum marga kosningar skilji og þú veist þannig að það hefur örugglega áhrif þó það sé líka bara mjög góð reynsla. En þú færð líka aðgang að bara miklu fleira fólki sem vinnur með þér sko, bara svo það sé alveg á hreinu. Þegar þú ert formaður stjórnarandstöðuflokki þá ertu ekkert með marga aðstofamenn eða sérfræðinga að vinna fyrir þig til dæmis. Þannig að þú ert svolítið það fer rosalega mikið eftir þér hvað þú gerir mikið úr þeirri stöðu. Vissulega ertu með stærri verkefni þú ert forsætisráðherra, því er ekkert óeðlilegt að þú sért með fleiri til að vinna með þér á fyrir þig. En það bara breytist starfi, þú ert meira að fara yfir hluti þegar þeir eru komnir langt á leið. Þú ert með mikið af fólki sem að forvinnur hluti fyrir þig. Og ég held reyndar að manni gangi best í svona starfi, sama hvort að það sé að vera forsætisráðherra eða stjórna almennt, ef að þú kannt bara að velja gott fólk til að vinna með þér fyrir þig og kannt að svona úthýsa vinnu, skilur, kannt að skilja aðalatriði frá aukaatriðum og við erum ekki alltaf ofboðslega upptekin stöðugt sko, af því að það er þetta endalaus verkefni og ef þú ert bara alltaf að svara öllu og grípa alla bolta, þá nærðu aldrei stóru myndinni sko. Klart. En þetta er ótrúlega gaman sko. Já, það ekki? Jú, þetta er mjög skemmtilegt starf. Já, þú líka bara mátaði fullkomlega í þetta starf, ég verður bara að gefa þig það. Já, takk fyrir það. Já, Mér líður allan að vel í þessu. Já, sjálfstæðismenn strax og þið bara grillaðana. Já, heyrið, við þurfum að halda vel á spöðunum í dag, þetta á þeim. Hún er með matabóð, það var skólasetning í dag, hún gaf sér tíma til að mæta. Já. Auðvitað. Þannig að við ætlum að sleppa í hvernig var hjá þér í sumar, við tökum það sennilega bara næst. Já, tökum sérstakka þáttum þannig. Já, tökum sumarleið. Við þurfum stóran þátt fyrir það. Já, stórt sumarleið. Það er 3 tíma þáttur. Já, það verður lengri þáttur. Auðvitað hönnuðust inn rittarspurningar í aðdraganda þáttar en hérna við kannski bara byrjum á endanum, þær koma flestar í lokin. Hér kemur ein, við byrjum kannski á að ræða og samtunum að við frétti vikunar stýrivextir auðvitað heldust óbreyttir. Fengum einhverja 17.000 spurningar sem sneru að sleggjunni góðu hvar hún væri og þar fram eftir götunum. Gæsalappir opnast, ríkisstjórnin hendi 3.985 hagræðingartillögum frá almenningi í ruslið og skilur ekki að verðbólgan aukist, segir viðskiptablaðið þarna. Seðlabankinn segir sömuleiðis að það sé ekki útlit fyrir að vextir muni lækka meira á þessu ári vegna vaxandi verðbólguþrýstings. Meira að segja sagði Þórarinn varaseðlabankastjóri að bankinn myndi ekki hika við að hækka stýrivexti ef þörf væri. Sko, og jafnvel einhverjir greiningar aðalega tala að mögulega muni vextir ekki lækka fyrir árið 2027.
Daði talar að hann ætla að auka allt ríkisfjármála strax í haust ef væntingar á markaði verðbólgu fari ekki niður og við kennum sömuleiðis að fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar hafi ekki haft þau áhrif á verðbólguvæntingar sem hann vonaðist eftir. Sko, hver þín fyrstu viðbrögð við þessari ákvörðun? Sko, auðvitað vilja allir sjá lægri vexti, það sé augljóst. Ég held að það væri samt ekki rétt að mér að segja að Seðlabankinn hefði ekki átt að gera það sem hann átt að gera. Ég meina Seðlabankinn gerir bara það sem Seðlabankinn gerir og ef hann að taka þessa ákvörðun þá metur hann sig svo að það þurfi, eða það megi ekki slaka á aðelda peningastefnuleiðinni. Og ég virði bara þá ákvörðun. En það er auðvitað vonbrigði að staðan í þjóðarbúinu sé að þróast með þeim hætti að það er ekki svigrúm til vaxtalækkana. Og þá er auðvitað bara ábyrgðar hluti hjá mér og ríkisstjórnin að hugsa okkur hvað getum við gert. Við vissulega stýrum ekki öllu í efnahagslífinu en við höfum mikil áhrif og ég hef mikla trú á ríkisfjármálastefnu. Mér hefur þótt og ég hef sagt að í viðtölum, ég sagði það í viðtölum áður en ég fór í pólitík og eftir að ég fór í pólitík og verið stjórnarnarstöð, ég segi það ennþá það sama í forsætisráðherra að það er ekki gott að reiða sig of á peningastefnuna vegna þess að það er mjög svona breytt tæki til þess að hemja þenslu í umhverfinu og það bitnar fyrst og fremst á ungu fólki og fólk sem að skuldar mikið og hérna það eru aðeins sem getur komið sér undan því og svo skoðun hefur ekki breyst sem þýðir að við þurfum að vera sjálfsgagnrýnin á það af hverju væntingar eru ennþá svona háar. Við lögðum fram fjármálaáætlun í vor þar sem yfir 5 ára tímabil það eru 100 milljarða króna umbótatillögur. Umbótatillögurnar eða hagræðingartillögurnar frá hópnum hljóðu upp á 70 milljarða. Þannig að sko, já, það getur vel verið að hafa verið eitthvað tillögur sem við tókum ekki, en upphæðin er hærri en var lagt út og upp með. Það er mögulega ekki nóg og mögulega þarf að huga að frekari umbótum og við erum bara í þeim fasa núna að við erum að fá heilt kerfi í fangið, við erum í tiltekt, við erum að reyna að ná stjórn á kerfinu, eitthvað þarf að endurskipuleggja sem við talum að brjóta niður til að byggja betur aftur upp sko og við erum bara í þeim fasa og það tekur smá tíma. Við vorum þetta vona eftir að við hafum sendt nógu sterk skilaboð. Við lögfestum stöðugleikareglu í vor sem er strax farin að bíta á okkur. Við erum með meiri pening til að eyða en við eyðum honum ekki vegna þess að við erum með stöðugleikaregluna þannig að við erum búin að búa til alls konar svona spennur fyrir okkur sjálf og erum alls ekki að leggja fram fjárlög þar sem að einhvern veginn allir fá bara allt strax það er fókus á tiltekt að hafa stjórn á aðstæðum og svo erum við að hefjast handa í ákveðnu vegferð en ef þetta verður ekki nóg eftir að fjárlögin var lögð fram og við sjáum ennþá vonda tölur, þá þarf bara að gera meira á hraðar. Það er bara mitt svar, sko. Já. Má segja að þessi ákvörðun hjá Seðlabankanum að lækka ekki vexti að sé einhverju leyti ekki trú á ykkur að þeim muni ná að taka til í ríkisrekstrinum? Ég veit það ekki. Ég held að fólk getur verið með alls konar skoðanir á því og ég held í lok dags auðvitað getur maður beðið eitthvað svigrúm ykkur nokkra mánuði þegar maður byrjar, skilur, en svo þarf bara að byrja að sína árangur tiltölulega hratt og ég tek það bara mikið til mín og ef að það er bara ennþá það mikið þensli í kerfinu þá þarf greinilega bara að grípa til frekari aðgerða. Ég vil samt taka það fram fyrir sanngirnissakir þó að það breyti ekki stöðu sem ég núna ég meina frá því að það var búið til kosningar hafa vextir lækka 1,5%. Það eru 50.000 krónur á mánuði í viðbóta sveigrum fyrir meðal heimili og það er bara umtalsvert sveigrum sko. En það var trend sem var í gangi svo sem þegar kosið var? Já, en ég er bara punkturinn minni sá að sko, við skulum ekki horfa algjörlega fram hjá því, en það breytir því ekki að ég er ekki að hunsa þessa fréttir, ég er ekki að hunsa þessa stöðu, ég held að ríki geti gert meira og það er bara fjöldin allra aðgerðin sem þetta ráðast í. Og svo þurfum við bara að vona að aðrir þættir vinni líka með okkur, það er að segja bara það eru náttúrulega aðrar einingar á markanum sem að stýra efnahagsumsvifum en ríkið og það þarf líka að labba í takt. Já. Klart mál. Ég held að við vindum okkur bara í næsta. Já, það er kannski bara eitt til að slúta þessu þarna, kannski bara svara spurninginu, hvar er sleggjan? Sleggjan, hún mun bara koma. Ég meina, ég taldi að sleggjan væri komin. Við getum bara orðað þannig. Mér fannst bara 100 milljarðar ágætis sleggja. Og mér finnst það ágætis sleggja að byrja ekki að stjórna landinu með þeim hætti að allir fái allt strax allstaðar
og að hífa upp væntingar í bara endalausum fjárútlátum. Við erum að taka nokkrar nú þegar bara mjög erfiðar ákvarðanir skilju, og ég held að fólk muni sjá það bara strax í haust og sá það í vor og í fjárlögum annað að það er ekki verið að ausa á ríkissjóði og það er verið að fara í umbóta verkefni við það. En við erum samt að taka það alvarlega, það eru ákveðin svona grunnöryggisþættir í samfélaginu okkar, þú veist, löggæsla, vegaumbætur, það er svona þættir sem geta ekki beðið, skilju, þannig að ég ætla ekki að segja að sé ekkert þarna, en hún þarf greinilega að vera stærri. Já, kannski til að slúta þessu, sorry, ég veit að við erum með dagskrárgerðarleifur. Allt í góðu. Og ég hef búin að segja, þú átt bara að negla á pöttuna með við erum að tala mikið. Nei, þetta er líka gott svona fyrirsagna efni, þannig að bara haldið þið bara áfram. Alltaf áfram að tala, Kristrún. Eins og, við komum betur með því eftir. Hún er góð að tala fyrir sem Kristrún. Einar talaði þegar hann tók við að deyja að fjárhagsstaðan hefði verið miklu verður en bjóst við í borginni. Ég er ekki að spyrja því, ég er að spyrja var fjárhagsstaðan kannski bara verið á ríkissjóði og gerðir ráð fyrir? Sko, hún varð, fyrsta mat sem við fengum á tölum þegar við vorum stjórnarmynduna viðræðum var miklu verið staða og það var alveg eins og kom bara í ljós við afgreiðslu fjárlaga fyrir kosningar, hún vestnaði umtalsvert milli umræðina og svo átti eftir að framreikna. Skilur, þannig að vissulega var það alveg þannig að fólk vissi að horfveitun hefði breyst en það var ekki búið að framreikna það og við fengum framreiknaðar tölur þegar við vorum í stjórnarmynduna viðræðum og þá leit staðan miklu verið út, svo skánaði hann aðeins og svo í millitíðinni hefur hún svona bara, þú veist, kannski aðeins gefið eftir, ég veit ekki nákvæmlega hvað, ég ætla ekki vera að fara fram og tilbaka með það, en ég held að það liggi samt bara alveg fyrir að það er mikil svona spenna í kerfinu, til dæmis bara út frá húsnæðismarkaðnum og þó að ég finni náttúrulega bara 100% til að ábyrgða í það að við bregðumst við, þá ætla ég líka bara að vera raunsæja, þú snýrð því ekki við að hálfu ári, skilju. Við erum búin að vera með ákveðnar úrbætur í vinnslu núna og húsnæðismálaráðherra er með ýmis úrræði til skoðunar. Við vorum nú með frumvarp í vor sem náði ekki fram að ganga meðal annars út á málþófi, út af Airbnb og svona þrengingum á skammtímaleigumarkaði og við höfum alveg strax sýnt ákveðin leiti því þó það sé ekki að bjarga öllum markanum, skilji, en það var ekkert vinsælt mál hjá öllum, sko. En við vorum alveg til að leggja það fram. Þannig að við erum að ráðast í ákveðnar aðgerðir, en það bara tekur tíma að snúa kerfinu við, en ég ætla ekki að vera einn eftir 3 ára og segja það sama, skilju. Þú veist, við erum á fyrstu mánuðunum. Ef þarf að gera meira, og gerum meira og gerum að hraðar. Þú veist, þú þarft að koma einu svona ár alltaf enga, verður líka eftir 3 ár, það er rétt. Já. Það er nákvæmlega ár síðan var þetta. Ég ætla ekki að vera minn vilirði hér. Er nákvæmlega ár síðan? Já, 27. ágúst á síðast. Já, það held ég. Allt og langt síðan. Ef við færum okkur yfir í Evrópusambandi. Volt, lífið bræðist einhvern veginn bara betur með Volt. Já, talað þáttur 250. Hvað heldur þau séu búið með 250 sendingar þegar klukkan er 9 morgunina? Já, þetta ríkur út töðum. Það er þetta 0 króna heimsendinga gjald með Volt Plus. Já. Held ég að geta bara fengið ís, kynlíftæki, hamborgara, pítsu, það marg borgar sig með Volt Plus. Trust me, ég fór seinna á vagnin en lífið bara breyttist þegar ég fór í Volt Plus. Þá bara er ég ekki að pæla hvað ég elda, ég bara hvað ég volta mig í dag. Það er mjög þægilegt. Kaldi. Já. Sumar kaldi, eins og ferskur andvari á heitum sumardegi. Ég er að passa línunar, ég er í kalda læt. Sumar er lífum til lok og menn þurfa kannski aðeins einmitt að fara að passa línunar og þá er gott að skella sig í kalda læt fyrir það sem eru búin að vera að leiða sér. Sumarkalda í sumar. Já, klárt, og svo langar mig líka að minna á ef fólk vil kalda IPA á dælu þá er kaldi bara, já, það er í ruglinu gott, sko. Kalda dælu er minn uppáhalds kaldi. Já. Svo er það Neo pizza. Premium takeaway pizzur, sko, já. Ég skal bara... Flatey takeaway-legsins? Já, ég ætla að koma hreint út og segja bara, ég verði eiginlega að borða Flatey á staðnum. Já, þetta eru sömu eigendur. Ég veit að, já, en Neo, ég teka mjög oft röltinir á lög. Já, to go. To go bara, sækjana. Já, mér finnst best að panta í gegnum QR-kóðuna á Hafnartorgi, sko. Já, en það er bara ég. En eftir stendur að, sko, Neo-pizzunar eru náttúrulega góður á staðnum en ekki síðri í takeaway, sko. Nei, og við erum auðvitað með 25% afslátt. Við höfum aldrei verið með svona góðan afslátt á neinu. Þetta er alvöru afsláttur, þannig ég hvet riddarana til þess að nýta sér það. Ætlar að segja hver hann er, kannski? Nei. En nýtið ykkur. Það er CAD25, ég endurtek, CAD25. Orka náttúrunnar. Já. Þeir eru alltaf að bauka eitthvað sniðut. Hvað voru þeir að gera í dag? Hvað voru þeir að gera af sér núna? Það spyrja því. Landgræðsluhópur og enn gróðsett í sumarumlega 10.000 birkitré í lítgróin svæði. Já. Birkirtré við Hellisheiðarvirkjun.
landgræðslegu hópur og en samanstættur á 9 duglegum getum orða. Þeir eru virkilega ánægði með það, þegar nú sumar að leiðandi lok og ég hef það bara úr Insta-koppi að þeir eru virkilega ánægði með sumarstarfsmenn sem þeir fengu í ár. 1000 tré per starfsmann, rúmlega? Já, virkilega flott hjá þeim. Þannig að onn ekki bara bestu hlæðslustöðarnar, bestu hlæðslugarðarnir, þeir eru að gera alls konar gott líka. Já, vildi bara nýta þetta tækifæri og klappa þessum 9 duglegu sumarstarfsmennum aðeins á baki líka fyrir velunum störf. Fara að planta tré, kallar 1000 tré. Dynat. Já. Kikki í brönsum helgina, flottustu veitingastæði landsins. Þeir eru allir á dynat.is og í appinu. Þannig að nú bara bóka og njóta. Ég pantaði ekki plugg, en ég pantaði kona mín afmæli helgina, en ég að bjóða inn á apótekið annað kvöld. Já, í gegnum Dynat bara. Heldur betur. Sjálfsögðu. Og ég ætla meira að nota Dynat gjafabriðið mitt. Rétt. Sem alltaf besta gjöfin. Ef ég hefði verið að bjóða konunni minni og ef ég ætti konu, þá hefði ég bóðið hana Hard Rock. En það bara ég. Já. 5 efstu borgarnir í tíðum World Burger Tour. Já, við maður tala daginn eru mættir á seðil. Ok, hvað er að tala það? Þannig að þarna erum við með Clash of the Titus burgerinn frá Tampa í Florida. Já. Hann visst rosalegur. Drekklaðin líklega. Tvöfaldur smashborgari, baconsvölda, hvítlauks aioli, stokkar flugur, Það er bara svangur til að heyra þetta. Bacon, jalapeno og fransk, pældu í magninu. Já, þetta það maður líklega bara með hnífapörum. Og þetta er ekki í boði að eilu, þannig að Nei, þetta er takmarkað magn, takmarkaðan tíma. Takmarkaðan tíma, þetta er ekki takmarkað, þetta virðist vera ótakmarkað magn. Takmarkaðan tími, alls ekki. Tímin er takmarkaður. Þá tökum Guðrún Hafsteinsdóttir, formann Sjálfstæðisflokksins sem að sagði dögunum svo verið sem opinbert markmið ríkisstjórnarinnar sé að veikja samkeppnisstöðu Íslands til að geta fært síðar rök fyrir því að aðild að Evrópusambandinu sé rétt skref fyrir þjóðina. Stenst þetta einhverja skoðun hjá Guðrúnu? Ég er náttúrulega fyrir það fyrsta, vil bara segja ég er mjög stoltur Íslendingur, ég elska Ísland, mér þykir ógeðslega vænt þetta land. Ég er til í að gera hluti sem styrkja stöðu landsins. Ef að það styrkir ekki stöðu landsins að fara inn í Evrópusambandið, þá vil ég ekki fara inn í Evrópusambandið. Ef það styrkir stöðu landsins, þá vil ég, skilji. Þetta er auðvitað fráleit framsetning. Já. Auðvitað er þetta fráleit framsetning. Já. Við viljum ekkert frekar en að það bara gangi vel hérna. Og ég hef alltaf talað fyrir því og gerði það lengi í stjórnarandstöðu og er ennþá segja bara sama hlutina því að maður er ennþá bara sama manneskja með sömu pólitíkina. Að inngangi Evrópusambandi snýst bara ekki efnahagsmál. Það er einn angi af því. En sá angi er ekki skammtíma lausn, Nei. Við erum í verðbólgu núna sem er of há, við erum í vaxtastíg sem er of há, meiri segja þó að ríkisstjórnin væri með eitthvað leynimakk í gangi að koma hlutunum bakdæramein inn í Evrópusambandi eða landinu í sumafríinu, þá væri ekki búið að lækka vexti samt, Nei. Þannig að, mér finnst góður að gjaldaverst að við tökum bara mjög alvörugefna umræðu kost og galla Evrópusambandsins og ég er alveg til í að fara inn í það samtal með opnum hug en ég held að það sé öllum í hag að umræðan Evrópusambandið eða bara efnahagsmála Íslandi felist þá í slíkri umræðu Já. Við fáum ekkert út úr því að það sé og fólk sem ætla sér að vera alvöru gefið í stjórnmálum, það verður að leggja fram umræðupunkta sem er hægt að bregðast við með þeim hætti að það komi eitthvað uppgilegt út úr því. Það formar Sjálfstæðisflokksins sé að saka ríkisstjórnina að við séum viljandi að reyna að eyðileggja til að gera eitthvað svona. Er eiginlega varla svaravert, en hér svara ég því enga síður, skilji. Að ég meina það bara kemur ekki til greina að við förum í vegferð sem að skemmir fyrir landinu. Það er ekki að minni vakt. Og það eru bara allar heilum hug í þessu, Já. Og fólk ætti bara að vera stolt og ánægt af því að þessi umræða spratt nú upp eftir heimsóknu forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem bara ein valdamesta kona í stærstu viðskiptablokk sem að við eigum í samskiptum við. Þetta er bara mjög jákvætt fyrir okkur að slíkur aðili taki tíma úr sinni dagskrá og heimsækja landið, sjáu hvernig við rekum okkar öryggismál og varnarkerfi, taki umræðu viðskiptamál og annað og ég meina það er nú bara byrjað að koma í fréttum núna breytingar á viðhorfi Evrópusambandsins núna til þessara tolla á Ísland og fleira, ég meina öll svona samskipti skipta máli
þannig að ég bara endurtek, sko, tökum uppbyggilega gagnrýna umræðu, leyfum okkur að vera með á móti út frá því, en við skulum ekki ganga svo langt í einhvern veginn að vera á móti ef við erum farin að mála okkur út í horn og erum hægt að tala við viðskiptaþjóðir okkar. Já, 100%. Þar værum við á bara rosalega vondum stað, sko. Já. Sko, sjálfstæðismenn hafa mikið talað ekki það, þetta ekki sjálfstæðislagarpið hérna, sko, en þú veist, þeir eru náttúrulega mjög háværi í stjórnarandstöðu og þetta eru gagnrýnisraddir sem eru að heyrast út í bæ. Sko, þeir tala hræðsluáróður, þetta hafi verið sviðsett og það væri fyrsta skrefi átt okkar að Evrópusambandinu og við vorum bara einhvern veginn að mýkja farveginn þangað. En ég velti fyrir mér, sko, þið voru ekkert byrjað að tala um ESB, þið talaðum í stjórnarsáttmála fyrir lok árs 2027. Það er stjórnarandstaðan sem sendi Evrópumálin á dagskrá, ekki þið. Réttilega. En það ekki? Réttilega. Og ég meina, þú kemst ekkert hjá því að tala um Evrópusambandið. Við eigum í svo miklum samskiptum. Við erum í EES, sko. Já. Við erum í EES. Þú veist, þetta er... Við getum ekki bara farið einhvern veginn út úr umhverfun okkar vegna þess að það má ekki tala um Evrópusambandið, menn það er bara allt önnur umræða. Mér finnst samt bara gott og blessa ef fólk vil byrja að tala um Evrópusambandið, þá er það bara flott. En sko, fólk verður þá að tala um Evrópusambandið. Og svona einhvern veginn fullyrðingar að fólk sé í einhverju leynimakki, sé að gera óheiðilega hluti, eigi ekki verið í samskiptum við svona mikilvæga einstaklinga vegna að það gæti búið til einhvers konar. Já. Mér finnst þetta ekki svaravert. Ég finnst þetta bara ekki góð umræða, skilji. Nei. En ég þetta bara er hlakka til að taka þátt í þessari umræðu, en ég hef líka sagt, eflaust var það bara í þessum þætti, skilju. Já, líklega. Mér finnst ekkert sjálfgefið að pólitíkin leiði alla svona með og móti umræðu, sko. Nei. Við erum búin að leggja það bara fram í stjórnarsáttmála að þjóðin fá ákveð okkur eigu við að fara í þessa vegferð að klára slíka samninga eða ekki. Og ég meina það er við sem tökum ákvörðum fyrir við hvort að við förum í þessa þjóðarátkvæðagreiðslu ekki og það var það á í þessum stjórnarmyndunum vera. Já. En ég meina fram að því þá þarf ekkert pólitíkin að leiða alla með á móti umræðu. Ég meina, mér finnst bara samfélagið að ég líka að gera það og það er koma úr grasrót og öðrum samtökum, sko. Já. Sammála því og heilbrigt að kalla eftir umræðu þetta. Já, það er kannski bara fínt að við sem byrja að ræða þetta. Já, og ræða það bara fyrir að byrja að tala um það. Einmitt hvað aðildin felur þá í sér. Mér langar að spyrja þig, sko, það hefur mikið verið rætt það að kíkja í pakkan og hvort að við getum haft einhver áhrif og séum í sterkri samningsstöðu og þar fram eftir göttunum. Og fólk hefur þá sérstakar áhugjur af sjávar iðnaðinum okkar og saman með raforkuna og annað slíkt, sko. Er það eitthvað sem að þið tellið að sé möguleiki að við getum kíkt í pakkan? Svo bara sagt takk en nei takk. Komin svo langt? Já, þú ert ekki búin að taka skuldbindandi ákvörðun að gangi í Evrópusambandið þó þú opnir samningaverðar við þar. Nei, þeir tala samt dálítið þannig. En hefur einhver dregið í land? Eftir að hafa hafið samræður við Evrópusambandið? Já, það er alveg gæst. Held ég. Ég er bara ekki nóg mikill Evrópufræðingur til að svara þessar spurningar. Nei. Fáum Erik Bergmann en það fyrir. En já, ég held að það var nú bara áhugavert að fá smá yfirsýni við það. En ég meina eðli málsins samkvæmt, ef þú ferð í þá vegferð að stilla þessu upp sem tvöfaldar atkvæðagreiðslu, þá er það bara þannig að annarkvort ertu sáttu með niðurstöðuna, ekki. Þannig að það eru rosalega, það er að fara hann í ábærslega margar hólur svona hvað ef, út frá alls konar útgangspunktum, en þegar bara búið að leggja það á borðið, það verður tvöfaldar atkvæðagreiðsla, það gerist ekkert fyrir að fyrri atkvæðagreiðslan og það gerist ekkert nema hún verði já. Og síðan er farið í að ræða við sambandið og síðan göngum við ekki inn eftir aðra atkvæðagreiðslu. Þá ætti umræðinni að eitthvað gerist án þess að fólk viti af því að vera sjálfhætt. Vitið þið hvað ég meina, skilji? Þetta er svo mikið upp á borðum, hvernig á að gera þetta. Þannig að við verðum einhvern veginn bara að fara í hvað þetta felur í sér, skilji. Ef að Evrópusambandið myndi koma til mín á móti og segja bara, herðu Kristján, nei. Þú þarft bara að ákveða núna óháð því hvað þú farið hvort þú ert gangin í Evrópusambandið ekki. Þá myndi ég segja nei sjálf. Nei, ég meina, nú er ég bara að tala fyrir sjálf af mig. Ég meina, ég vil auðvitað bara, alveg eins og ég sagði hérna áðan, ég vil ekki gangin í Evrópusambandið nema ég telja að styrkja stöðu Íslands. Ég er full meðvituð hvað það er sem að þarf að huga.
held ég að þetta sé eitthvað sem að við fáum bara eitthvað út úr og það sé engin eftirgjöf. Nei, það er ekkert það er ekkert aldrei þannig. Það er aldrei þannig og EES var ekki þannig og fríverslunarsamningar eru ekki þannig, skilji. En en við varum bara okkur allt annar einhverjum öðrum staði, við varum í rauninni að greiða inngöngu í Evrópusambandið og ég held að það sé mjög margir sem myndi vera annarri skoðun eða vissi ekki hver vera að greiða atkvæð sko. Já, þannig að það er ekki rétt að þið, Úrsúla og Þorgerður, þið voruð að plotta og ákveða nákvæmlega hvernig samningurinn yrði með Evrópusambandið. Já, við varum að reyna að koma Íslandin í Evrópusambandið í sumarfríinu. Já, þið 3 ár. Nei, það gekk ekki svo langt. Það gekk ekki svo langt. Ég meina, eins og ég segi, það gleymist oft bara að við erum í víðtæku samstarfi við Evrópusambandið. Það á sér stað alveg gríðarleg hagsmunagæsla innan EES sem hefur bara gengið misvel í gegnum árin. Já. Og er bara mjög ofarlega baug hjá okkur og mér. Og við þurfum að taka okkur í andlitun saman í hagsmunagæslu fyrir hönd Íslands gagnvart EES óháð því hvort við göngum inn í Evrópusambandið ekki. Og það þarf að eiga í þessum samskiptum óháð því hvort við göngum inn í Evrópusambandið ekki, sko. Já. Talandi fríverslun og tollar eru náttúrulega ekki bara allar vörum á Íslandi heldur virðist vera stefið út allan heim. Einn vondum maður sagði tariffs is a beautiful word, a very underappreciated word. Það var Trump-vinur minn, ekki vinur minn. En sko, mér langar að erum við að klemast á milli í alþjóðlegu tollastriði og mér langar líka sérstaklega að spyrja þig í sambandi við síðustu ríkisstjórn. Sko, þetta jurtaostamál, svo kallaða. Það kemur sér ekki vel fyrir okkur að vera að brjóta. Þú ert með það á heilanum, sorry. Já, ég er með það svolítið á heilanum. Það er ótrúlega sértakt, en samt þetta er mjög áhugavert. Já, en það klukkutíma fósætsráðara. Er það eitthvað sem að hlustendur hafa áhuga á? Nei, bara Leifur. Bara ég, ég vil bara misnúta aðstöðum mína hérna. En já, þú veist, varandi, er þetta áhugjefni? Bandaríkinu auðvitað að hækka okkur 5% úr 10 í 15 og Evrópusambandi líka að setja tolla okkur. Kísilin einmitt. Erum við að lenda á milli? Og er eitthvað, hvernig er samningsstaðan okkar? Sko. Er hlustað á okkur litla Ísland? Já, það hefur verið hlustað á okkur vegna þess að það er búið að taka það ákvörðun hjá Evrópusambandinu að fresta, já, og það er meðal annars út af þrýstingi. Þannig að fólk átt að segja á því, herðu, ok, þetta er stórmál, við þurfum að hugsa þetta betur. Og það er verið að fresta þessu, þú veist, á þeim forsendum að það sé verið að leita lausna sem að veikir ekki sambandið á milli EES-landana, það er að segja Noregs og Íslands og Evrópusambandsins. Ég meina, það er augljós útgangspunktur, þannig að það er áfram vilji hjá þeim til þess að verja sína markaði gagnvart svona ákveðnum undirbúðskeirum í öðrum löndum. Þannig að ég meina það er bara gott dæmi að hagsmunagæsla virkar og það skiptir máli að vera með persónuleg sambönd og tengingar við fólk af því að þetta er ekki bara svona teknokratísk umræða, þetta er bara hápólitísk umræða en ég hef þetta áhyggjur af þróuninni á alþjóðavísu varandi viðskiptamál, ég held að það hljóti allir að gera það við erum náttúrulega á ótrúlegum tímum hvað þetta varðar og því miður getur það gæst að hlutirnir fara einhvern veginn að spanast upp þegar eitt stígur þetta skref og það voru áhyggjur hjá stjórnvöldum bara leið og þessi umræða kom fram í Bandaríkjunum hækkandi tolla að þetta myndi hafa svona viðbótar áhrif í gegnum mótvægisaðgerðir og það var ástæðan fyrir því að það var bara miklum tíma eitt í hagsmunagæslu gagnvart öðrum löndum, þar með talið Evrópusambandinu og öllum þessum fundum sem að ég og Þorgerður erum á, þá er stöðugt verið að þrýsta þetta, bara ekki gleyma okkur, munið þarna, við erum að koma hér inn og þetta bara skilar árangri en þetta er heldur ekkert sjálfgefið vegna þess að heimurinn er bara þannig sama hvað maður langi til að hugsa að við séum öll bara vinir, að þetta er bara ein stór hagsmunabaráttu og það er bara allir að berjast fyrir sínum hagsmunum þannig að þess vegna skiptir máli að við höfum eitthvað fram að færa og við séum í viðskiptum, við séum að bjóða góða vörur og við séum með mikilvæg viðskiptatengsl og góðan marka og allt þetta og þessi þróun til dæmis í Bandaríkjunum núna varðandi hækkun og tolla okkur, hún er bara auðvitað vond og það er ekkert endilega betra að heyra það séu margir aðrir að lenda í þessu en það eru margir aðrir að lenda í þessu Vist, við erum komin á þann stað því miður að 15% nema þú hafir gert bara fríverslunarsamning eða við Bandaríkin
þá farðu 10 Já. og sko það alveg meira en að segja að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin þó að það hafi alveg verið vilji fyrir því að skoða það. Ég meina það alveg vilji fyrir því að skoða það, en þá ertu líka komin í umræðum alls konar hluti sem getur verið erfitt að tala landbúnað, matvæli, aðra þætti og það alveg meira en að segja það, ætla að gefa eftir í því, það hefur verið erfitt fyrir Breta, það mjög erfitt fyrir Evrópusambandi, það væri mjög erfitt fyrir Ísland líka, þannig að þó að við viljum auðvitað semja og við erum opin til samtals og það er búið að senda beiðni til bandarískra stjórnvalda að fara í slíka samninga og auðvitað bara stanslaust samband þarna á milli embættismanna og fleira í kerfinu í svona ástandi, þá er það samt ekki þannig að við erum tilbúin að semja hvað sem sko. Nei. Skilji, þú finnir þig líka bara smá í þeim aðstæðum, þannig að þetta auðvitað, þetta flókin stað og sérstaklega fyrir svona lítið land eins og Ísland. Já, algjörlega. Til að slúta Evrópusambandinu, þetta búið að mjög góð umræða, þá þetta fræga viðtal sem Kristján var í fyrir ára síðan, sem að varð væral 8-9 mánuðum setna. Eða nei, eða bara 11 mánuðum setna. Það voru einhverju búin að vista þetta hjá sér og... Já, Sigur Ingi vitnaði þetta á Alþingi í janúar held ég og svo mætti Sjarlarnir, Ungi Reksti og fleiri og ég ætla myndi svolítið á Arsenal menn eftir að þeir eru góðir. Það að spila klipp. Já, ég er ekki það næst í. Já, þú mátt bara fara, þetta var að spila klipp núna. Nei, þar segir Kristrún í þessu viðtali og hvet allar til að taka það heldur, þáttur 192, alltaf æðislega viðtali af Kristrúnu. Í því viðtali segir Kristrún að það sé ekki tímabært að fara í þá vegferð að gangi í Evrópusambandið. Mér finnst mikilvægur að sameina jafnaðarfólk atriði sem eru nærumhverfi okkar akkúrat núna og það bara skiptir máli að fólk viti hvar í stend í því. Þetta er mjög stór breyting fyrir íslenskt samfélag og þú verður að vera með óbáslega sterkt umboð til verka og þú getur ekki verið með 1-2 stjórnmálaflokka sem ætti að leiða það verkefni. Svo segir þessa frægu setningu sem að hægramenn nota mikið núna að það er bannað að plata í þessu starfi. Bara mjög opin spurning, þú ert líklega búin að heyra eitthvað af þessu. Viltu eitthvað svara fyrir þetta? Hefur eitthvað breyst? Eða er þetta að segja eitthvað annað? Nei, ég bara stend við þetta. Það er bannað að plata. Þú átt að vera hreinskilin. Enda er það bara mjög hreinskilið í stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar frá 21. desember að ferlið væri tvöfölda atkvæðagreiðsla. Ég hef aldrei sett mig upp á móti því að það veri farið í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort eigi að opna viðræður. Og mér finnst það að setja það inn í stjórnarsáttmála seinni hluta kjörtímabils til marks að þetta er ekki forgangsatriði númer 1, 2 og 3 hjá þessari ríkisstjórn. Þannig að mér finnst þetta ekki úr takti við það sem ég er að segja í þessu viðtali. Það dylst engum fyrir þetta mismunandi Evrópusambands áherslur í þessari ríkisstjórn eftir hvað flokki þú ert í. Það eru líka mismunandi áherslur eftir einstaklingum innan flokkana. Fólk er bara ólíkt. Ég meina, ég get ekki tala fyrir annað en minn einn þingflokk og minn einn bara stjórnarflokkur. Ég meina, fólk eru bara miklir Evrópusinnar. Það er þetta bara þannig. Þetta er bara breiður jafnaðarmannaflokkur. Ég vil hann sé þannig. Það á bara að vera þannig. Það er sumt fólk sem vil bara inn á morgun og það eru aðrir sem finnst vættum bara að bíða. Og þetta er lendingin í þessu stjórnarsamstarfi. Þetta vil ekki vera eitthvað mikið áherslumál í rauninni hitt á heldur hjá flokki fólksins. Það hefur bara alls ekki spennt fyrir þessu. En flokkur fólksins styður þjóðaratkvæðagreiðslur og skilur alveg þessa hugmyndafræði eða svona þessa hugmynda að þetta er búið að vera með tannana fólki núna í 12 ár. Þú veist, kannski bara komið af því að bara loka þessum kafla og kjósa. Svona beinþýði að setja þetta í rúmið, skilur. Þú veist bara, ok, eigum við hægt að tala þetta í smá tíma, ef fólk segir nei, eða eigum við bara að fara í þetta ferli, skilur. Verna þess að þú ert varla að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður á 2 ára fresti, skilur. Þannig að ef fólk segir nei, þá er það komið nei í svolítinn tíma. Þannig líður mér. Og það kannski skapar það eitthvað frið, en það hefur líka margt breyst á 12 árum. Það hefur margt breyst á einu ári. Það hefur margt breyst á einu ári líka skilið, þú veist, í bara alþjóðamálum og eitthvað. Og það kann vera að fólki líður bara öðru í þessi þetta en því leið fyrir 12 mánuðum eða fyrir 12 árum. Og þess vegna finnst mér bara fullkomlega eðlilegt að við bara spurjum fólk að þessu. En ég meina, það þarf ekki annað en að horfa á áherslumál ríkisstjórnarinnar að sjá að ég meina stærsta og mesta orka núna er bara að fara í efnahagslegan stöðuleika, að reyna að bæta öryggi og innviði í landinu. Það er það sem að mesta fjármagn er að fara í, innviðamál, viðhaldsmál, lögregluna, svona þætti sko. Og ég er ekkert utan við mig. Það hefur verið Evrópusambands umræða í sumar hjá stjórnarandstöðunni, það er bara flott. Við erum ennþá bara með augunum boltanum sko. Já, nú að verkefni ennþá í fartækisinu. Öryggismyndaðilar.
Já, það er okkar maður. Öryggismyndavélar.is, hágæða öryggismyndavélar á lígilegu verði. Já, bara klink. Þeir mæta á staðinn og skoða hvað passar, gefa verð, setja upp og geta líka séð reksturinn á kerfinu til frambúðar ef sá gállin á ykkur. Já, pældi líka bara át í útlöndum okkar. Þú vilt vita bara allt í lagi með íbúðuna mína. Fólk heldur bara, öryggismiðar lítur að kosta mörg 100.000. Nei, hýrómyndavélar undir 20 kalli, sko. Undir 20 kalli, sko. Og hún með hreyfiskinni. Og þið geta alveg prófað að segja að Kat hafi sent ykkur og mögulega slettan afslátt. Aldrei að vita. Sjöstrand. Það er Sjöstrand, vinnur okkar, auðvitað besta kaffi landsins og þótt við að vera að leita einhverja að tala um að sé besta kaffi í Skandinavíu. Já. Ég vil nú bara minna að þetta er besta kaffi í heiminum. Já, ég samanlega því og 15% afslátt þar með Kat 5. Ég held sér Kat bara. Það er bara CD og auðvitað kaffivélarnar snódrar. Virkilega huggulegar kaffivélar stofist ás. Já, mér er að þó þú drekkur ekki kaffi sem ég vorkenni og drekkur ekki Höfuðstrand kaffi að þá er þetta bara eins og listaverkana. Já, ég meina það er bara verið að selja þetta í tonnavís. En það er annað sem við langar að skjóta inn í hönnunaverslunum átti ég við. Já, algjörlega og Höfuðstrand, svona þessi bústilki og annað, engiferskótir mælum með því. Rauðrófur sagði líka góður. Þú fóst í Sútabáðan. Rétt, Djöfull ertu glæsilegur. Já, takk. Jakki líka. Gaman þegar ég fæði hrós frá þér. Já. Það er ekki oft, þannig ég kann að meta það. Jakki líka og sem við verðum með að ná. Þetta kostar ekki neitt með gæði. Nei, ég býð aðeins með að taka verð með hann af, þannig að fólk sjá þú varst allar að vera með hann í þættinum, sko. Já. Egil sagði, á ekki að klippa þetta fyrir því vinnun? Nei, ekki klippa þetta. Þessi verður. Þessi verður aðeins lengur. Leifum aðeins að lifa. Nei, þetta eru Egil og Jökull með allt upp á 10. Þetta er Morrisin, ekki? Jú, ég er í Morrisnum, þetta er sænstmerki, hrikalega vanda. En ég fór líka í nokkra vörur sem að þeir framleiða sjálfur. Hrikalega flott. Ég er líka svo Svo er það Lengjan. Settu spenni í leikinn, tippa á lengjunni. Nú er Chelsea leikur að hefjast. Sko, heyrðu, þú neldir KR fram í síðasta Hvað sagði ég? Þú gerir það. Hvað sagði ég með lengjuna? Chelsea West Ham komið með accurate score. Ég er alltaf West Ham Chelsea. Já, en ég er alltaf að tippa eftir að leikurinn er komið. Þið verða að trúa okkur sko. Chelsea tekur þennan leik og að því vandamáli er það, ég er sannspár, ég er aftur með 100% tilfinningu fyrir þessum. En hlustendum mun ekki geta notið góðs að tippa á lengjuna þegar það kemur út eftir á. En aftur, Chelsea vinnur. En næst skal ég vera með tipp fyrir ykkur sem þið getið nýtt ykkur, kæra hlustendur. Já, herru, eitt leikur fyrst ef við verum að þessu. Valur Vestri, hvað eru bikarmeistarar? Það er líka í kvöld. Lengjan, minn penningur á Val þar. Því miður fyrir Vesturina. Ætlum að fara ykkur í þinglokkin. Kristján fær mjög stutt sumafrí út af heimsmeti í málþófi. Reynda voru Sjarlarnir brjálaðir út í mig því að ég ákvað aðeins aðeins í þeim með rittaragrúppinu og sagði að hún komst ekki síðast að því að við vorum að bæta heimsmeti í málþófi og þá sagði þeir, já hún var hvort þið ekkert í þinginu ef maður ekki bara býð eftir ef maður ekki, ef þú horfir nú tilbaka rúmi mánuði liðin heldur að þetta málþóf mun ekki eldast hans illa fyrir stjórnarandstöðuna. Ég veit ekki, það er kannski einhverja spekulant að segja það sko. En fyrir mína parta þá kom það mér að óverum að þau skildi fara þessi leið. Já. Ég er ekki að segja að ég hefur búist við að þetta er bara allt voðalega ljúft og samþykkt og allt það og ég meina það er bara fullkomlega eðlilegt að það sé skoðanaskipti og það sé átök og sérstaklega stór pólitískum málum og ég tek það ekkert nærri mér sko, ég minnst það bara eðlilegt En það kom mér á óvart, já, að þau skildu ganga svo langt í þessu vegna þess í lokdags það bara þannig að það eru kosningar í landinu, lýðræði þarf að virka, þingið verður að virka og það verður bara að geta átt sér stað stjórnarskipti í landinu sem að leyfa ákveðnar breytingar og minnihlutin hefur aðhald, það hefur aðhaldshlutverk, ég hef verið í minnihluta, ég veit hvernig það er að vera í minnihluta og þú getur bara fengið mikla athygli og fólk getur hlusta mikið á þig og borið virðingu fyrir þig, sko. En þú stýrir ekki þinginu, sko. Og endanum ræðið þú. Og þú ert ekki með neitunarvald. Það er ekkert í stjórnskipun landsins og það stóð aldrei til þess að minni hlutin í landinu væri með neitunarvald. Og fólk getur verið brjálað og ósátt og fúlt og allt það. En í lokdags þá bara segirðu hvað þið finnst með íta á rauðatakkan, sko. Þannig að þetta kom mér á óvörum hversu langt þetta gekk. En svona fór þetta og ég meina við bara tökum öll eitthvað með okkur á því sko. Var ekkert annað í stöðun en að beita þessari 70.000 kjarnorku ákveðinu?
þetta staðan sem að forseti þingsins fann sig í að það stendi bara í það var ekki hægt að ná samningum. Og samningar í þinginu eru auðvitað þannig og svolítið sérstök umræðan fannst mér stundum þessar samningar sko. Þetta ekki eins og kjarasamningar, þetta ekki eitthvað tveir sem mætast á miðri leið og allir sátt, þetta ekki þannig. Hvernig var þetta þessi tillaga í umslaginu fræga þarna í lokin frá stjórnarandstöðinni? Sem átti að hafa verið mjög gott sko, góð málamiðlun. Ég í grundvallar atriðum það bara þannig að í þinglokum þá tekin svo ákvörðun að semja ákveðin atriði, kannski að einhver fá einhverja þingsályktun í gegn eða fá einhverja litla breytingatillögu, fá kannski eitt mál sem svona svolítið svona almenn sáttum í skiptum fyrir að fólk haldi ekki 10 ræðir frekar eina, skilji. Það ekki þannig að það sé einhver stórpólitískur sigur alltaf fyrir minnihlutann, en ég meina við vorum alveg ótrúlega ána fyrir ári síðan að fengum einhverja litla breytingatillögu sem skiptist mjög miklu máli fyrir öryrkja á frumvarp, sko, og við bara gerðum rosalega mikið úr því. En það var bara vilji þarna til þess að stöðva veiðigjaldafrumvarpi nema það yrði gerðar það umfangsmikla breytingar á því að það varð hvorki fugl né fiskur. Og það bara mjög mikil breyting á sko, hvað eru eðlileg ítök minnihluta, segi ég sko. Gott og vel ef það hefði verið eitthvað þverpólitísk sátt en það var það ekki. En þið enduðu samt á að hlusta á og farið með þetta í þrepaskiptingu, semst á hækkuninni. Herðu, það voru heilmikla breytingar gerðar á frumvarpinu bara frá því það var lagt uppalega fram í samráð. Það ekki þannig að það hef ekki verið hlustað. Það ekki þannig. Það voru gerðar bæði breytingar í aðdraganda þess að fóru inn í þinginu tók það ákveðnum breytingu og meiri sem ég loka atkvæðagreiðslu að fara í hérna þrepaskiptingu upp á einhverju marki. Þannig að það ekki þannig að það hef ekki verið hlustað. En sko ég ætla ekki að vera hneykslu því að þau hefur verið ósátt við þetta frumvarp eða jafnvel ósátt fyrir að 71. grein hefur verið beitt en sko það líka bara rosalegur ábyrgðar hluti að vera í meirihluta og að láta þingið virka en það líka ábyrgðar hluti að vera þingmaður í minnihluta skilji, þetta bara alvöru mál og fólk verður að upplifa eins og það hafi ykkur að vikt að það sé meirihluti í landinu skilji, þannig að þetta kom mér á óvörum. Ég skilja alveg að fólk vilji vera með þyngsl og pressu og setja sand í hjólinn og það alls konar taktík í þinginu. En ég hef líka verið mjög hreinskilin með það og kannski get ég leyft mér að gera þess að ég búin að vera svo stutt í pólitík þó ég sé forsætisráðherra að ég hef aldrei skilið hvernig tíminn hefur verið nýttur í þinginu. Nei. Sko allir sem hafa verið á einhverjum svona venjulegum vinnustöðum, þú veist, unnið í einkageiranum og líka bara í opinbera geiranum þar sem hlutinni ganga vel, skilji. Þeir eru hissa þegar þeir eru komin á þingið. Þú veist, það margt sem gert alveg ofboðslega vel í þinginu, í nefndunum og ótrúlega faglegt starfsfólk. En þessi umræðuhefð alveg ofboðslega sérstök. Hún í engum takti við það sem þekkist í löndunum í kringum okkur. Þar ítrekað samið lengd umræðna og ég gleymi því ekki því ég var í Færeyjum það hefur líklega verið í maí, held ég, því ég var á landsfundi Jafnaðarflokksins í Færeyjum. Og það var þarna danskur ráðherra líka að halda ræðu og hann var að tala breytingar á lífeyriskerfinu hjá þeim og það hefði verið svo umdeilt, það hefði verið að hækka lífeyristökualdurinn og þetta hefði bara verið stærsta máli sem hefði komið inn í þingið og hérna það hefði bara verið svo þungt og mikil umræða, þetta hefði verið sögulega mikil umræða, hún var 6 klukkutímar. Já, byrju hvað var þessi núna 100 og, nei, ég veit, þú veist, ég bara þannig að við verðum líka að horfa okkur nær, sko. Talandi bætur og skattfé sko fólk á launum hjá þjóðinni og tími sem þú ert að eyða í málþófi tími sem þú ert ekki að eyða í að hitta skjólstæðinga þína, fara út og funda með fólki, tala við fyrirtæki, vinna í þingmálum, koma uppbyggilega breytingatillögur. Ef ég kannski að segja of mikið varandi ráðgjöf til stjórnarandstöðunar en ég bara segi, ég tók við flokki sem var á ekkert frábærum stað og við unnum hann upp með því að eyða meiri tími að tala við fólk en að vera í ykkur þingslum í þinginu sko. Þú mætir og auðvitað bara ert uppbyggilegur og málefnalegur og vinnuna þína
En þetta er bara mjög verðmætu tími sem stjórnarandstaðan er að missa í tengingu við kjósendur og hinn almenna mann, sko. Já. Þannig að Tala kannski ekki þegar málþófi snýstu mál sem að hvað 80% þjóðarinnar samþykkt í. Já, algjörlega. Sko, mögulega einhverju sem að sögðu að hefði verið full dramatísk þegar þú sagðir að þú þurftir að verja lýðræði í landinu. Tekur undir það? Eða varstu kannski bara að verja lýðræði? Þetta voru bara mjög dramatískar aðstæður. Það er bara þannig, þegar það er gerð tilraun til þess að hindra framgang mála í þinginu, þrátt fyrir að sé ríkur meirihluti fyrir því, var það bara, mér þykir það alvarlegt. Já. Og fólki kann að finnast að vera einhver þrjóska eða frekja, en sko, þegar það er búið að leggja mikla tímu í eitthvað, það er pólitísk sannfæring fyrir því og það er ekki pólitísk sannfæring fyrir því sem að minnihlutinn er að reyna að fá mig til að gera. Já. Sko, á ég að vera á græna takkanum í einhverjum breytingum sem ég trú ekki á og þau ætla sér ekki eins og sjálf að styðja. Sko, það verður að virða ákveðnar leikreglur. Ég tek því bara mjög alvarlega. Ég hef oft sagt það og þá sérstaklega við í svona aðstæðum, sko, þú ert í þessu starfi í þjónustu þjóðar. Þú ert kosin á einhverjum forsendum, það er meirihluti í landinu og þú þarft bara að virða þá stöðu sem þú ert í og það kann vel að vera að koma upp óþægileg mál fyrir ákveðna flokka eins og þetta veiðigjaldsmál eða hvað svo sem það er. Já. En það gefur þér ekki forsendur til að bara taka til þín dagskrárvald, segja meirihlutanum hvað það á að gera. Þannig að já, mér þótti það alvarlegt og mér þykir það ennþá alvarlegt. Já, en þá spyr ég kannski bara að því við ætlum að spyrja á til þingveldurum sem er núna framöndan og hvað ætlaði að gera í haust, þá spyr ég bara hvernig verður stemmingin, það veistu það ekki, en hvernig verður stemmingin núna, munið þið þurfa að beita þessu ákvæði bara í hverju viku núna? Ég vona að stemmingin verður bara fín. Það fer auðvitað bara eftir hvernig fólk kemur undan sumri. Búið gott sumar? Herri, þetta er búið að vera flott sumar. Ekkert að þessu veðri, gott veður. Það var nefnilega lélítið fyrra, ég var að hlusta á þáttinn okkar. Það kom alveg gott veður í sumar og það er ennþá bara nokkri dagar sem bara að vera mjög fín núna í ágúst. Ég veit ekkert hvað þau gera, skilji, kannski hlustuðu þannig að þáttu og hugsaðu, já, ok. Góða punktur. Fyrir að byggja upp flokkinn minn, ætla ég að. En ég veit það ekki. Nei. Við erum bara með okkar verkefni, við erum ekkert óskeikul frekar en aðrir, þú veist, það bara skiptir miklu máli að vera með þetta aðhald og við hlustum alveg, en við komum samt inn á forsendum breytinga, við erum kosin til að leiða breytingar, það urður hreinvaldaskipti, það voru mjög skýr skilaboð og sterkt umboð frá þjóðinni, ríkisstjórnin stendur mjög vel og flestar mælingar, þó maður auðvitað kannski geta verið að reiða sig alltaf mikið á það, þá benda það til þess að fólk sé ánægt með það sem við höfum verið að gera hingað til. Klart. En auðvitað bara mjög miklar væntingar, bólgnar inn í það og mikið pressa sem fylgir því. Þannig að ég vona þetta bara að fólk vinni skynsamlega og heiðarlega í sínum verkum og nýti tíman bara vel. Stundi bara sína pólitík og ég virði það bara, fólk getur bara verið ósammála í pólitík, en þetta er eins og vorum að tala um Evrópusambandi. Ræðum þá bara aðeins það. Ræðum ekki eitthvað leynimakk og búum til eitthvað sögur og eitthvað svona. Ég er ekki viss að þjóðin sé eitthvað neginn þar, skilji. Þjóðin vill bara sérst að vinna vinnuna þína, skilji. Klart, til að slúta þessu gagnrýni frá stjórnarandstöðunni var alltaf talað um hvað þetta var illa unni frumvarp og Bjarni Ben sem mætti daginn talaði um að þetta hefði komið svo seint inn í þingi og jari. Tekur undir þetta? Ég tek ekki undir þetta, en það var auðvitað brugðist við athugasemdum og ég held að það sýna alveg að fólk var ekkert að þrjóskast með þetta. Það hefur aldrei farið jafn mikil vinna og ítarleg greining í breytingar á lögum með veiðigjald áður. Ég meina það er nú búið að hrófla mjög, það hefur verið að láta eins og þetta sé eitthvað í fyrsta skipti sem hefur hróflað við ykkur. Já, ég veit þetta er mikið breyting, ég veit alveg þetta er mikið breyting, en það var líka mikla breytingar sem voru gerðar á sínu tíma, þú veist, eftir stjórnuna 2013 þegar var ákveðin að gera breytingar á því og það var ekkert verið að skrifa langa greinargerð áhrifamati á því og það hafa alveg verið oft í gegnum tíðina
samþyktar breytingar sem að eru ekkit endilega eðlisólíkar þó að fólk getur alveg deilt umfangið, þar sem að greinargerð og greiningar og sérfræðimat og óhafmat bara allt öðru stigi. En síðan þetta auðvitað pólitík, auðvitað fólk á bakvið þetta og ég skil það bara mjög vel og ég skil það mjög vel að það séu hópar þarna úti sem að starfsfólk sem að vinnur á gólfinu hjá sjávarútvegsfyrirtækjum og þegar það er verið að stilla þeim upp við vegg með ákveðnum hætti þá skilja auðvitað líður fólk ekki vel með það en það er líka bara ákveðin skuldbinding sem við verðum þá að gefa að við munum bara fylgjast vel með áhrifum þessa frumvarps og við berum líka bara ábyrgð á því að geta staðið undir öðrum þáttum í samfélaginu sko, það er ekkert, auðvitað eru fyrirtæki mikilvæg það eru gríðarlega mikilvæg en sko, fólk flytur ekkert á ákveðna staði nema sé heilbrigðisþjónustaðar sko nema að setja keyra í vinnuna nema skólinn sé almennilegur það erfiðasta sem að fyrirtæki lenda í út af landi er aðbúnaði starfsfólks fyrir utan vinnustæðin sinn þú segir bara, ég get ekki fengið fólk hérna en þess að, það er ekki heilsugæslulæknir hérna þetta er þetta bara samblanda hlutum, þannig að við þurfum þetta líka bara standa okkur í því að hérna, tekjur af þessu sé að fara í vegabætur og sé að fara í að styrkja samfélagsþjónustu, þannig að það kom eitthvað annað á móti. Já, kannski bara eitt sem er langar að leiðir þetta því að stjórnarandstaðan og þeir sem voru að tala þetta fræga viðtal sem áttum við Kristján fyrir árið síðan töluðum að þetta hefur verið viðtal fyrir kosningar en ég vil bara taka fram að þegar þetta viðtal er tekið þá áttu að vera meirinn ári í kosningar sko. Þannig að það var framboðsviðtal. Nei, þetta var þannig bara alls ekki. Kristján mætir ekki svoleiðis, hún mætir bara að ræða málin hérna. En það breytir því ekki að allt sem ég sagði var bara fínt og rétt og ég stend bara við það, skilji. Það er bara þannig. Ein loka, bara mjög stutt. Þetta er allt loka. Í þessum umræðinu. Þorgeir mætti til okkar fyrir kosningar, þú mætti til okkar rétt fyrir kosningar, sko, það var talað um við ætlum að reyna að hækka ekki skatta. Ég er endar á þeirri skoðun að auðlindagjöld sé ekki skattur, þetta er leiga. En nú er verið að tala um ferðaþjónustuna, það er verið að tala um orkumálin er þetta ekki skattahækkanir? Auðlindagjöld eru gjöld af nýtingu auðlinda fólk getur kallað þetta svo sem það sem maður vill kalla þetta Já, ég held að þetta sé í lögfræðinni skattur sko, en ég er samt sammálaður sko Já, en ég menna við tölum lengi fyrir því, vel fyrir kosningar og bara í þeirri stefnu sem við gefum út að við vildum sanngjörn auðlindagjöld. Við erum bara að vinna í takt við það. Við vorum kosin út af það. Við erum með meirihluta þings út af það. Þannig að það getur verið alveg einhverjir í stjórnaranstöðu sem eru ósammála mér en þetta var allt upp á borðum og fólk kaus þetta, skilji. Það þýðir samt ekki við eigum bara einhvern veginn að valta yfir alla sem kaus okkur ekki. Auðvitað er það ekki þannig. Nei. Og við verðum að vera í einhverju heilbrigði samráði en ég er bara eindregið þeirra skoðunar að það þurfi bara að gera breytingar mjög víða það þýðir ekki að þurfi einhvern veginn að velta öllu við bara á einni nóttu en það er búið að kalla mjög lengi eftir breytingum sjávarútvegi það hefur verið mjög mikil umræða stöðu ákveðna greina eins og ferðaþjónustunnar, ég meina þeir sjá nú bara springa út umræðan gjaldtöku og bílastæð það er allir meðvitaðar að það vantar einhvern veginn betra utanumhald utanum þetta ég held að fólk hafi verið að kalla eftir því að einhver myndi koma inn og taka stjórn á aðstæðum og það að taka stjórn á aðstæðum það felur í sér einhver finnur fyrir því sko ef enginn finnur fyrir því og enginn verður eitthvað ósáttur einhvers staðar þá ertu ekki að gera neitt skilur við og ég held og nú er ég náttúrulega bara að vera rosalega svona kannski pólitísk ég voni ég sé ekki ósækjönd en ég meina við fórum í gegnum 7 ár þar sem varst eitthvað með 3 flokka á hana mismunandi stað og það var eitthvað bara verið að passa að það væri eitthvað neginn í lagi með alla óháð því hvað þú gerir og þá endar náttúrulega á að gera ekki neitt Já, ég trú ekki á það Nei, ég meina sko, það var hræðileg ríkisstjórn auðvitað þarft að vera skynsamur og þú þarft að taka ábyrgar ákvarðanir en ég held að fólk sé að kalla eftir því að við gerum eitthvað sko og ég hef alveg magan í það að einhver verið ósáttur við mig sko Já. Það er ekki uppleggið mitt Nei. en þú segir alveg
ég sef alveg fyrir því, ég meina við vorum bara kosin út af þetta og ég held í alvöru talað, bara eins og ég sagði hérna án, ég segi hérna í þriða skipti, þú veist, maður bara að reyna að þjónusta fólkið og reyna að færa landið áfram og gera sem skynsatt fyrir það og þá eðli málsins samkvæmt það einhver sem er búin að setja einhver staðar á einhverju og það breytir stöðans. Já. Mér finnst það mæli hvarða á að þú sért að hreyfa á nálina að það heyrist í einhverjum. Já, ég sammála því. Menna það ekki verið að kvarti verið eitthvað sem ekki að gera neitt, skilur. Nei, það var mín 5% í þetta. Ef við komum að annarri loka spurningu sem samt ekki loka spurning. Húsnæðismálin. Sko, nú erum talað fyrir því að efla leigumarkaðinn á Íslandi. Árið 2023 vorum 79% af eignum almennings í fasteignum og þetta hefur verið ákveðin eignastefna á fasteignamarkaðinum meðal Íslandinga en samfélagið bara breytast, við erum að fá mikið af innfluttu fólki og já, samsetningina að breytast hreinlega, sko er það stefna ríkisstjórnarinnar að efla leigustefnu almennings? Sko, það ég myndi nú ekki segja að við höfum sett okkur það sem markmið að x% eigi búið í leiguhúsnæði og aðrir eiga. Og ég ekki á þeirri skoðun að við eigum að segja fólki hvort það eigi að leigja eða eiga. Ég veit hins vegar að það fólk sem kemst ekki í séreign. Nei, það verður að vera hægt að leigja. Skilji. Og það þarf að leigja og það svo dýrt fyrir að leigja að það kemst aldrei í ein eign. Þannig að ég frekar að nálgast að þannig með þeim hætti að það bara hræðilega erfitt að leigja á Íslandi, ekki bara fjárhagslega, það alveg rosalegt húsnæðis óryggi og ert á leigumarkaði og ég meina þetta bara skelfilegt fyrir fjölskyldufólk sem kannski að lenda í því að þurfa að flytja með börnin sín einstæði foreldrar og þurfa að skipta hverfi og eitthvað svona þetta ábar ekkert að vera svona þannig líður mér, bara sama hvað fólki finnst eitthvað hægri vinstri í húsnæðismálum mér finnst það bara ekki í lagi en svo ég reyndar líka á þeirri skoðun að sko mér finnst að vera bara mjög heilbrigt ef ungt fólk gæti verið aðeins lengur á leigumarkaði og það væri viðráðanlegt, skiljiði, að það væri ekki komið svo mikið spenna að fólk bara byrja að setja fermingarsparnaðin sinn í húsnæðið sitt, veit ég hvað ég menna? Já, það er staðan í þetta. Þú verður líka að leyfa bara ungu fólki að vera ungt, sko. Það ekki allir búin að taka ákvarðanir lífið sitt þegar þeir eru tvítugir. Fólk kannski, ef að það heppi og í þannig aðstæðum getur farið út í nám og svo eru aðrir sem eftir að ákveða nákvæmlega hvar þeir voru að búa á landinu og það er bara ótrúlega stór og mikið fjárhagsleg skuldbindning að taka strax bara eitthvað 40, 50, 60 milljón króna lán, skiljiði. Þannig að mér finnst líka við eigum, þó ég vil auðvitað ala á fjárhagslegu skynsemi og fólk að leggja fyrir og allt það, skiljiði, þá erum við líka bara að reyka samfélag, sko. Og mér finnst ekkert sjálfgefið sért komin bara eitthvað neginn inn á stigan 22 og annars ertu bara týndur. Þannig að við þurfum líka að huga því að vera með leigumarkað fyrir yngri, fólk undir 30 að ætti að geta mínu mati verið á leigumarkaði. Ég bjó lengi erlendis og þá var ég allan tíman á leigumarkaði og allir vinir mínir voru á leigumarkaði og það var hægt að vera á leigumarkaði. Þannig að við þurfum að losna út úr þessu ástandi að það að vera á leigumarkaði sé þýði eitthvað þína félagslegu stöðu hvað svo svona það er líka bara tímabil í lífinu, sko. Ríkisstjórnin styður þennan framgang og það þarf að styrkja því að það úrræði stendur bara mjög illa verði ég að segja, hlutdeildarlánin. Ég hefði mínar efasemdir varðandi það og hef alveg lýst yfir áður að ég hefði áhyggjur af því að það gæti þrýst upp húsnæðisverði, það gæti gert að verkum að verktakar gætu, nota það til þess að byggja inn í, bara búin að gefa sér í fæ þetta fyrir íbúðuna, skilji, og ég hef alveg smá áhyggjur af því, en ég get líka alveg séð að mér eða verið raunsa hvað það varðar að þegar að, það er ekkert annað komið, skilji, þá er þetta alveg ein leið fyrir fólk að komast inn á stigan, skilur einhvern tímapunkti að fá smá aðstoð með. En síðan verðum við líka bara að huga því, já, það þarf að passa upp á framboð og það þarf að vera með einhver framlögin í það, en ástæðan fyrir því að ég hef bara alltaf talað svona mikið svona félagslega hlutan á kerfinu og þá er ekki alltaf að tala félagslegt húsnæði heldur aðkomu ríkisins er að ef að ríkið á að hafa einhver áhrif á framboðshlutan
þá verður þetta að vera eitthvað stýring á það hvernig sá peningur nýtist sko. Mhm. Ef að þá til dæmis segja sig svo að þau opinbera sveitafélög gefi lóðir Já, skilji, það þá skiptir máli hvernig það fjármagn nýtist skilji, Já. þú veist, eðli málsins samkvæmt, ef þú ætlar að brjóta ef þú ætlar að taka lóðirnar úr markaðslögmálunum það er svolítið áhugavert, þú veist, svona hvernig fólk talar markaðinn, svo viltu taka lóðirnar úr markaðslögmálunum og ég heldur að það sé vond þessi lóðastefna að sveitafélögin bara, þau hafi ekki efni annað en að Nei. einhvern veginn bjóða, bara láta bjóða hæst í lóðirnar og við erum bara komin einhvern algjöran vítarhring við það, en þau eru bara þannig fjárhagsstöðu. Ef þú gefur það eftir þá ertu að kippa einhverju markaðslögmáli sama hvað þér hafi fundist það lögmál og sambandi þá ertu að veita einhvern stuðning og þá þarftu að fylgjast með honum og þá þarftu að setja reglur og þá ertu komið hefur opinber og þá eru komnar einhverja girðingar og útlendanir skilji þannig að mér finnst oft þessi umræða bara þáttöku þessu opinber á fasteignamarkaðnum felastundum í sér að það er verið að biðja einhvern veginn inngrip en svo má ekki fylgja því eftir skilji þannig að ég vil þá bara að ríki sé með einhverju stefnum, ok, þú ætlar að vera með einhver hlutdeildarlán, en mikið af því endar að því að þurfa að vera inn í leigukerfinu vegna þess að þú vilt ekki að þú getur einhvern veginn losað hagnaðinn sem að ríki bjóð til með því að grípa inn í. Þú veist, ég vona ég sé að tala mannamál, skilji. Þannig að það er ekki endilega það að ég sé, mér finnst bara allir eiga verið á leigumarkaði, bara formið býður ekkit endilega upp á það að þú getur selt eignina þína ef þú færð þannig aðstoð. En síðan er kannski loka punktur hvað þetta varðar og mér finnst ríki hafa mikið um það að segja og það er bara mikið pólitík þó að það sé líka reisa efnahagsmál. Það er bara hvað er að búa til eftirspurn þörfina á húsnæðismarkaðnum. Það er náttúrulega búið að vera rosaleg fólksfjölgun og það er drifið áfram fyrst og fremst af atvinnustefnu. Það er líka drifið áfram auðvitað af ákveðni stjórnleysi myndi ég segja í hvernig ákveðin leyfi hafi verið nýtt og dómsmálaráðurinn til dæmis núna er að taka dvalarleyfin föstum tökum. Já, hún er að taka til. Og ég meina, þú veist, það er bara mjög áhugaverðar tölur að birtast varðandi bara umfang dvalarleyfa og þetta eru aðalega sem eru að koma utan EES sko. Já. Af því maður er oft sagt, ok, það er bara EES sko. Nú er sjálfstæðarflokkurinn að segja þetta að þeir hefði bara, Þorberg hefði bara farið í skúffuna, tekið þarna frumvarpið þeirra, en það er rétt? Já, það er náttúrulega ekki rétt, en ég þurfið ekki að fá hann í þáttum bara. Hún hefur komið, sorry. Hvað segir þetta? Því að hún er bara, hún er ótrúlega... Þetta er ykkar stefna á ríkisstjórn, ég vildi bara segja það. Já, þetta er okkar stefna, en herðu það er bara flottur sjálfstæðarflokkurinn sammála okkur. Það er bara á græna, hratt í gegnum þingið. Já, þau hljóta samþykkja. Ekkert málþóf, bara mun fylgjast með, skilji, það er frábært. En það er atvinnustefna. Ríkið þarf að hafa einhver skoðanir á því ef þú ert að ívilna, þegar ríkið er að ívilna atvinnugreinum. Það er bara þannig, það eru styrkir, það eru niðurgreiðslur, það eru skattafslættir. Ríkið er að gera fullt. Og þarftu kannski ekki að vera með yfirsýn það, skilji. Og þess vegna erum við að fara inn í svona, við erum ekki bara að fara inn í fjárlög, við erum að fara líka inn í svona verðmætasköpunarhaus, langar mig að segja, við erum að fara að vera með atvinnustefnu. Af því að við vitum bara að það hvernig þú ýtir ákveðnum atvinnugreinum upp, skilju, kannski að kostna annara. Það hefur áhrif á fasteignamarkaðinn, það hefur áhrif á heilbrigðiskerfið, innviðina, allt þetta. Og fólk er stundum voðalega viðkvæmt við að ríki hafi skoðan okkur hlutum en það er bara alltaf lagi en ég segi bara, ríki ber ábyrgð að veita alls konar þjónustu og einkageirinn getur haft rosalega áhrif á getu þess til þess að veita þjónustuna skilji, þannig að þetta er ekkert svona klipptuskori. Nei. Þetta var svona hagfræði 101. Já, við fórum við öll þarna. Við náðum í hagfræðingin Kristrúnu hann. Já, hann er eitthvað starfna sko. Það leikur ekki djúpt þarna en sko mér langar að ræða að þegar við töluðum ungt fólk og það getur verið erfitt fyrir það að komast til leigumarka en við tölum einnig það ef tökum það bara, þú bjóst sjálf erlendis og leigir erlendis og mér hefur bara þótt svo einkennilegt á Íslandi tíðkast það ekki ungu fólki þetta vóngemæn eða þess að búa leigja mörg saman. Það þurfa allir bara að vera í einu og hún var helst að vera ný. Já, það er íslenski hátturinn á þessu saman sko en ég velti fyrir mig hvort að það sé eitthvað sem að því að það er alltaf verið að tala núna sko til skamstíma hvað eftirspurn og framboð varðar á húsnæðismarkanum að húsnæðin sem eru til söludag eru ekki sniðin þörfum þeirra sem að vilja kaupa þið sem eru margir hverjir fyrstu kaupmyndur og annað slíkt sko hvort það sé hægt að á mjög slæmri íslensku keitara til fólksins á leigumarkanum með einhverju svona sérstaklega unga fólkinu. Ég veit ekki. Þetta er vissjóð þróunapæling. Sko. Það eru náttúrulega einhverjar eignir sem er verið að byggja með svona
svona, hvað ég segja samfélagslegu sjónamiði, einhver eignir það sem eitthvað sameiginlegt eldhús og alls konar svona. En já, ég menn þetta alveg rétt og þetta líka bara eitthvað menning hérna. Og það hérna maður getur haft áhrif ýmslegt þegar maður ríkisstjórn sko, en það ekki svo auðvitað að breyta menningu. Úr að laga þetta. Við erum náttúrulega líka bara spilarinni sem líka jákvætt að við erum lítið land og þó þetta sé svona stórt landfræðilega og þetta náttúrulega allt öðru sem fyrir fólk sem býr ekki á höfuðborgarsvæðinu og flytur hingað til sér námi eða vinnu eitthvað eða fólk sem flytur út á landi eitthvað að mjög margir geta bara búið hjá foreldrum sínum ef þeir eru heppnir hvað það varðar. Þetta auðvitað bitnar alltaf á fólkinu sem hefur ekki það aðstöðu skili, þú veist, það alltaf sama sagan en hérna og fólk hefur kannski bara geta leyft sér þetta en maður þarf nú ekkert að fara lengra aftur en bara, já. En heldur að þið náðu að laga þetta sem við erum að ræða þetta? Út með Airbnb frumvarpið, þú veist, ég veit ekki, er það hænuskref, ég veit ekki? Sko, ég held að við þurfum bara að gera allt sem við getum. Þetta er auðvitað ekkert auðvelt, sko. Þetta er bara ekki auðvelt. En við þurfum, já, að gera einhverja breytingar sem að einhverju vera ósátti við, skilur. Það verða einhverju ósátti með þessar breytingar á skammtímalegu og hérna síðan þarf að skoða alls konar þætti eins og bara hvernig fasteignir nýtast. Fasteignir sem svona fjárfesting. Já, þú ert ekki hrifin af því. Sko, mér finnst eitt að þú nýtir fasteignina til þess að veita sjálfur þér eitthvað fjárhagslegt öryggi ef þú býrð í henni og ert með húsnæðisöryggi. Já. Nei, það er mín skoðun að þú eigir að reyna að binda peningunni þínum eitthvað annað en steypu ef þú nú þegar býrð einhvers staðar. Já. Ég veit alveg að Ísland, ég þekki alveg þetta, þú veist, viðskipta líkan, sko. Jú. Bara besta völd gegn velbólgu, fer alltaf upp, lækkar eiginlega aldrei nema að koma eitthvað ástand og ef maður lifir í gegnum það verður allt í lagi. En þú veist, þetta er líka bara ákveðið prinsip, þú veist að eiga við vöru sem takmörkuð, lóðir, land, pláss eða sem þetta sinna með innviðum er takmarkað. Bara hvað mannréttindi sem félagst í að búa einhvers staðar. Það er ekkert sjálfgefið að sé verið að nýta fasteignir til þess eins að þú veist, það fel í sér einhverja ávöxtun, sko. Þannig í það allra minnsta er það mín skoðun að ef að fólk þú veist, með marga fasteignir eða að horfa það fyrst og fremst út frá fjárfestinga tekið flæði, að það sé þá skattlagt bara í takt við aðra fjármagnstekjur. Það er alls konar undanþágur til dæmis á því. Þú veist að leigja út, þá borgar lægri fjármagnstekjuskatt en aðrir og svona. Já. Þannig að það er bara mín skoðun og það þarf að skoða þetta heildstætt. Þannig að við munum líta til nokkra hluta. Þetta mun auðvitað taka eitthvað tíma. Já. Subway. Þeir að breyta og þeir að bæta. Subway er einn á Hringbraut búið að loka vegna breytinga og opnar aftur fyrir lok ágúst. Það er verið að kukka hvað það er. Jú, en það er auðvitað ekki langt að fara, Bankastræti. Það er geggjaður staður, sko. Frábær staður, sko. Og svo eru þeir að opna í smálund matvöld. Já, sem að vera mjög spennandi. En Subway, já, ég fór í túnfiskbátur daginn. Það er ekki minn uppáhaldsbátur. Nei, ég bara verður að samanlega, ég hef ekki prófað þetta, en hann er örugglega góður. Ég kjötkall, sko. Já, mér langar að prófa eitthvað nýtt, en ég haldum bara við bræðingin. Þú veist, í kaldan, eða? Nei, já, hann er kaldur, já, líklega. Nei, ef þú getur hittað hann, sko. En David Jones, kókosbólu döðlunar, það er helgeti. Já, Kristrún, hún stóðst frestinguna hérna í dag. Mér finnst svo fyndið, ég mæti stundum með þetta í vinnuna, sko, og þetta er horfið nærmast jafn óðum og ég seti þetta í skáluna. En ég alltaf gaman að þegar fólk kemur til mér og segir Leifur, ég held að vera að bulla með David Jones. Viktor Unnar sendi þetta okkur í síðustu viku, mæstu. Viktor Unnar segði bara, þeir eru alltaf búin að tala frá David Jones stölur, svo smakkaði þetta. Leifur, þú ert alltaf eitthvað að bulla í mér. En David Jones? Ekkert bull. Þú veist ekki að grínast með þær? Gæði. Frumeri, allir með 8 í endastaf. Tic-tac. Vantaði bílpróf, frumeri. Takk. Ég tek bílprófið einu sinni í mánuði. Kemi er auðvitað stoltur styrtaræðli enska boltans og jafnframt þessa hlaðarps. Og vera það frá nánast fyrst þetta. Já, Hemmi, sko. Það þáttu 250, sko. Hann er líklega búin að vera með okkur einna lengst. Hann er búin að vera með okkur allavega frá því bílskotum. Og auðvitað virkilega gaman að segja frá því að vara vikunar á kemi.is. Birkir, þú kannski giskar að verða með hann á henni? Já, ég er til það. Ég ætlaði bara að hafa þetta einfalt í dag. Það eru uppsóksmotturnar. Það er rúlla, olía 40 cm. Þetta er 7 skjall. Já, þetta er í einhverju skilningi rétt. Þetta er 10.000 og síðan 7.000 í viðbót og 203 krónur.
Já, 17 203 krónur Já. þetta eftir því. En aftur eins og við talum, þú veist, með afslættinu mínum þetta 7.000. Basically gefin sko, þetta skjössamlega sogar í sig vatn og olíu og denni herlega bara. En svo það Equal golfferðir. Og Við erum aðeins byrjar að kukka. dregur til tíðinda, innan skams hjá okkur, já, við ætlum að fara að fordæmi, Mega hlustendur koma í kantferðina. já, ég sé að þeir auðvitað að í Dr. Fútbol eitthvað landsleikilið að gera bærilega. Já, í Malagaðan í nóvember. Já, það er aldrei að vita Örugglega nema góð ferð. við hlöðum í einhverja stemningu í, Já, já. februar. Mögulega endum við bara tveir, en það verður samt gaman, Já, hvernig sem það verður, þá verða Equal golfferðir að plana það. Og já, en ég meina, fyrst þurfum bara að ræða þetta þú veist, Já, endilega senda á okkur ef þeir heiti fyrir því að kíkja í golf eða padelferð. einmitt. Þeir eru þetta sjá líka padelferðir. Þannig að, Sendið það okkur á ef gramminu áhugið er fyrir, þá er spurning hvort við hendum ekki í eitthvað skemmtilegt. Og getum líklega að græja þetta okkur algjör veislu kjörum, sko. Já, Equal er ekkert að grínast þar. Nei. Nú er í alvöru loka spurning Já, frá mér. nú er Áður en þetta ég lokaspurning. leyfi að fara í rittarspurningarnar, af því að Kristján var að halda matabóð, en fyrsta spurningar náttúrulega hvað ætlar að bjóða þið sýstuðin upp á? Já, Þessi góð. ég er með eitthvað í ískapnum sem ég er að vinna úr, ég er með eitthvað lax og svo er ég með eitthvað pizzadeig. Ok. Það er Svo er ég með spennandi eitthvað- réttur. Já, þetta er ekki úthugsað, Já, skilja. þú ert með pizzadeig og lax til að vinna með. Já, menn það er eitthvað svona, já, Ísskápastríð. það er eitthvað alls konar í gangi og ég er líka að reyna að vinna með það að nýta afgangana mína betur. Já, vel gert. Ég veit ekki hvað ég gerir, kannski enda ég að fara í búð. Já, mátt senda á mig. Þú fekst eina spurningu í gegn framjá þáttargerðinni, dagskrárgerðinni. Og ég Og nota hann ekki. var þetta spurningin? Já, þetta var hún er komin. Nei, þarna að fara í aðeins alvarlegri sálma, af því við verðum bara að tala um þetta, þarna Kristján var í fréttum í dag, náttúrulega skelfilegt ástand á Gaza, vonandi eitthvað að byrta til í umræðum viðræðum við Rússland og Úkraínu, en sko Þorgerður hefur talað um og ég held að þú hefur talað um líka að Hamas þarf að víkja. Ég velti fyrir mig bara, þarf ekki Netanyahu ríkisstjórnin líka að víkja? Hún er ekki bara Hamas skátadrengi við hliðin á Netanyahu eða? Ég held að sé allan að alveg augljóst á þessi vekkferð sem að Netanyahu er á er skelfileg. Ég ætla ekki að segja Ísraelsmönnum hvernig þeir eiga að kjósa og vera eitthvað að blanda með beint í innanlandspólitík, en ég er ekki stuðningsmaður aðgerða þessa manns og ég held að séu bara mjög margir komnar á þann stað, þar með tala bara stór hluti Ísraelsmanna. Auðvitað er þetta bara flóki pólitískt ástand sem er þarna, en þetta er mjög einföld þetta er mjög einföld mannleg staða sem er núna að þróast 80% almenni borgarar. Já, ég menn þetta er auðvitað bara hryllilegt, þetta er bara hræðilegt, þetta er bara ógeðslega erfitt og óskiljanlegt og Hvað getum við gert? Nefnir að það birtist þarna auðvitað að því ég var nú áðan að tala um bara hagsmuni Já. Og hvernig heimurinn er og birtist mann auðvitað bara og auðvitað almenningi líka en auðvitað mann sérstaklega í þessu starfi bara hvað eru miklu hagsmunir út allt. Já. Verna þess að auðvitað væri búið að stöðva þetta með einum með hætti að það væri ekki einhverju hagsmunir til staðar. Við erum í þeirri stöðu að auðvitað erum við með rödd og hún hefur bara haft mikil áhrif gegnum tíðina. En umfang okkar viðskipta til dæmis, okkar þvingana, okkar aðgerða mun aldrei vera með þeim hætti að það hreyfi nálina, en við getum ýtt við fólki, við hefum sannarlega gert það og þetta er, ég meina við vorum að tala um á öllum fundum tölum um tolla, á öllum fundum tölum um þetta. Já. Og við hefum alveg talað um þetta fundum þar sem fólk hefur engan áhuga að tala um þetta af hverju hinar þessar þjóðir vil ekki stíga ákveð skref með okkur og hvað svo sem það er og það er heldur ekki þannig þó ég skilji alveg ótrúlega vel og mér myndi bara ekki dætt í hug að gera lítið úr kröfu fólks að við gerum eitthvað meira, þú veist. Nei. Ég bara skilji það alveg ótrúlega vel en það er heldur ekki þannig að við verðum bara að passa okkur að við séum í vegferð sem að raunverulega leiðir af sér eitthvað áþreifanlegar aðgerðir fyrir fólkið á Gaza. Við megum ekki fara þá leiðar en að láta okkur líða betur, að við séum búin að gera okkar. Þannig að eitthvað af því getur líka komið tilbaka. Ég hef nefnt það áður, til dæmis dæmið að slíta stjórnmálssambandi við Ísrael. Já. Kannski væri það eitthvað sem að
einhverjum þætti alveg ofboðslega sterk skilaboð og við getum þó sagt að þó það myndi ekkert breyta öllu fyrir Ísrael og Ísrael í umheiminum Nei, að þarna væri við hérna með prinsip sko en við gerðum það ekki við Rússland við höfum ekki slitið formlega stjórnmálasambandi eins og við Rússland og ein skiptin sem mér skilst og ég vonandi ég ekki farið með rangt við höfum gert það var bara í þorskastríðunum sko. Nei, þú veist, við höfum aldrei gengið þar langt en til dæmis ef við myndum gera það þá værum við að setja okkur í þá stöðu og við værum ekki í talssambandi við Ísraelsmenn þannig að ef það ætti að fara í ykkur aðgerð til dæmis að sækja fjölskyldumeðlim inn á Gaza koma fólki í gegnum landamærastöðvar skilji, þá enginn sem tekur upp síman sko, þannig að það er bara þannig eins ömurlegt og að hljómar í sumum aðstæðum er það þannig að það er betra að hafa talssambandin ekki meiri sé að þú þessi fólk sem að þú ert ósammála að öllu leyti og þannig hefur bara diplomasi alltaf virkað að það er betra að það sé hægt að nálgast einhvern veginn ekki sérstaklega myndi ég segja þegar þú ert lítið land kannski með það ert að treysta þig meira stundum að formlega báðleiðir en aðrir og vitandi það að þú stíður til hliðar en kannski engin annar í slíkum aðstæðum er ekki að fara að hreyfa nálina en gæti skaða kannski aðra hagsmuni hér eins og fjölskyldur sem eru að reyna að koma eftir landsins eða hvað svo sem það er. Þannig það sem ég kannski er að reyna að segja er bara þetta er ótrúlega einfalt ástand að sömu leyti vegna þess að það skilja allir hvað er að og það finna allir eins til held ég þegar þeir fylgjast með þessu en inn í þetta spila bara miklu stærri alþjóðapólitík þar sem að við erum bara ekki stóru leikandurnir, skilji. En við höfum alltaf verið að mínum að þetta er réttu megin þegar kemur að samstarfi og að íta bara á þessi mál. Og til dæmis eins og í tilviki Úkraínu. Ég meina þar hefur sterkasti farvegur Íslands verið, ekki við heldur með NB8-ríkinu sem eru Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin og ástæðan fyrir því að við erum með eitthvað rödd í þeim málum sem skiptir máli er bara að við erum í starri hópi, sko. Já. Herði, nú er ég að horfa á klukkuna, Leifur. Já, nú erum við komin í extra time. Við fengum það er laxinn, sko, sem tekur. Já, laxinn og pizza-degin. Þetta er rosalegt. Ég er búin að lofa að loka með mununum. Já, ég hlakka til að fá mynda þessum rétti. Já, ég veit það ekki. En já, eins og ég segi, við fengum mikið af rittarspurningum og við verðum að brjóta regluna í dag. Við náum ekki öllum, við ætlum að fara yfir þetta hundavæð. Þetta hefði verið rittarspurningunum áðan. Var það bara svona? Hann tók eina í byrjun. Já, ég tók eina í uppa. Af því að það voru svona 38 spurningar. Ég alltaf lendi í því kemika. Það er bara svona, ég held ég sé að búin að svo og svo er það rittarspurningar. Við ætlum að velja bara nokkrar vel. Ekki taka þessu persónulega. Haldið áfram að senda spurningar. Já. Þið hefði átt að byrja á þessu strákar. Já, Pétur Pétursson spyr hver er rökin fyrir því að afnema samsköttun hjá hjónum sambúðarfólks. Er þetta hraðaspurning? Ég geym þessa. Er það safna hári, spyr Mist Edwards. Herðu, já. Eða skilur, já, í rauninni. Ég er svona hægt og sígandi að spotta hári. Gaman að fara þetta hér en ekki inn á beauty tips. Nei, við fylgjum með. Herðu, ok, takk, vinur. Og svo eru slæðast einhverju með Kristján Óli hver er alltaf að segja að þér og Hörður Snævar spyr hver er sleggjan og þetta er nú svona ég er búin að tala um sleggjana já, við tókum það fyrir og ég segja af mér þegar fólk vil ekki lengur hafa mig en kannski þurfum við ekki sleggju, við þurfum vélsögn núna já, ég skal íhuga þetta hvaða viðnefni finnst þið faraði best spyr Oliver Ísak Valkyrja, K-Frost eða annað já, ég veit það ekki Ertu hrifin af K-Frost? Sko, var ég ekki búin að segja K-Frost ég heiti K-Frost í þinginu sko. Já, það er það vitið ekki uppruna K-Frost sko, það fá allir þingmenn skammstöfun í atkvæðagreiðslu og á bjöllinuðinni þú veist, eins og skilji ég veit ekki, Bjarni Ben var heldur með BB eða eitthvað og sumir eru með eitthvað sva eitthvað svona skilji eins og Svandi Svavarsdóttir eða eitthvað og þingið velur eitthvað fyrir þig og ég man ekki hvort þú farið eitthvað nokkra valkosti eða hvort þú getur sagt nei eitthvað, getur eftir eitthvað smá skoðaði þetta er true story þegar ég byrjaði að þingi 2021 þá var bara eitthvað í þinginu þá þarf einhver að finna einstaklega sem bara sendi mig bara K-Frost og ég er bara búin að vera K-Frost í þinginu í mjög langan tíma þannig að mér líka bara mjög vel við það og ég hef aldrei upplifað það sem eitthvað svona eitthvað uppnefnið eitthvað hérna þetta var bara skilji eða svona eitthvað að ég veit að þetta var eitthvað svona eitthvað dæmi í podcast heiminum
ég heiti þetta bara í þinginu og allt sem ég kvitta fyrir í þinginu ef ég er inn á okkur þingsaluktun eða eitthvað, þá er ég K-Frost sko. Ertu kölluð heimahör K-Frost eða? Ég er bara kölluð mamma og Kristinn Auðun Bragi spyr akkur hattar bílastæði, ég held hann sé að tala Nei, hann er með þessu spurningum, hann er alltaf með hana. Ég hattar endar ekki bílastæði. Nei. Ég hata ekki bílastæði en auðvitað er ekkit rosalega gaman þú veist að nýta eitthvað brjálæðislega mikið pláss undir bíla, ég skil það alveg og ég hef reyndar verið á þeirri skoðun að þetta er bara frábært ef við værum með samgöngur sem að almenn samgöngur sem virka vel, það er líka bara rosalegt frelsi að þurfa ekki að vera á bíl spennandi tíma framönda en ég menna, ég skil alveg að fólk sé frústrerað ef það vill vera á bíl að það sé ekki bílastæði sem fylgir húsinu þeirra en ég get ekki sagt það að þetta sé ykkur mikil trúabröð hjá mér en fólk þarf auðvitað líka bara að vera pragmatíst skilur Auðun Bragi Auðun, ef að fleiri sleppa því að nota bíl hvað meira pláss fyrir þig? Lestu nú yfir honum, þetta er framleiðandinn okkar Nei, ég er bara að segja, þannig að hann ætti bara að vera að styðja þetta og þá getur hann bara fengið að vera bara free riding einn á götun ég ætla að enda á einni Birkir, þú mátt velja loka spurningu það er seinasta spurning þáttanins ok, ég ætla að taka þessa frá Ingveldu Önnu því að það er svo gaman þegar það eru konur sem er riddara líka Kristrún Bór verðmæta sköpunar haust svo setur hún sviga hvað sem það nú þýðir af hverju þá að hækka skatta á helstu atvinnuvegi landsins vísa þá til veiðigjalda og búar að skattahækkan á ferðaþjónustuna að matseli ríkisstjórnarna þar sem vissulega verið að hækka skatta á venjulegt fólk og veikja samkeppnisstöðu Íslands. Skattahækkanir saman sem minna rými fyrir fjárfestingar og minna í vasan fyrir fyrirtæki og einstaklinga í landinu. Já, þetta er náttúrulega ekki ég get alveg byrjað að svara þessu ég er náttúrulega aðheldlis korki þannig svona efnaðs stefnu nýja pólitík að það sé bara einhver einn hlutir sem hreyfir náluna skilji þarf ekki annað að tala við fyrirtæki til að vita að þau kvarta ekki bara yfir fyrirtækjaskattinum þau kvarta bara yfir launakostnaði og þau kvarta yfir verðbólgu og vaxtakostnaði og mér finnst þetta að vera einföldun á heiminu sem við búum í skilji að það ef þú ferð í aðgangsstýringu í ferðaþjónustu og lætur ferðamenn sem hinga að koma til landsins og borga ekki neitt fyrir að sjá mikilvægstu auðlindir landsins að þá séum við einhvern veginn að fara á þann stað að það bara verði engin verðmæt á Íslandi sko þetta er bara sambland af hlutum og ég aðeins líka bara svona ákveðna svona pragmatíska stefnu í því sko það þarf líka að styrkja til dæmis ferðaþjónustunni sem atvinnugrein það þarf að gera henni kleift að vera með betra öryggi á áfangastöðum það þarf að vera að dreifa ferðamönnum betur það þarf að vera með eitthvað jafnvægi í því að við séum með útflutningsgreinar sem að reiða sig kannski minna á mikið af innfluttu vinnuafli í einhverjum tilvikum þetta er ekkert eina atvinnugrein innflutt vinnuafli, ég veit allt það og veit alveg hvernig þær tölur eru en sko heimurinn er bara flóknar svo að þú lækki bara skatta og það verði allt í lagi eða ef þú hækki skatta verði ekki í lagi hvernig þú gerir það skiptir máli í hvað þú nýtir það skiptir máli og það þarf að bara hafa smá áhrif á eins og ég var að nefna einn atvinnustefnuna með hvað hætti ríkið er að beita sér við erum að setja marga milljarða 15-20 milljarða í R&Þ styrki við erum með skattaívilnanir varandi ákveðnar atvinnugreinar við erum að fara í alls konar stuðningsaðgerðir þegar kemur að öðrum og síðan erum við hissa ef að eitthvað sem við sögðumst allir gera fyrir 10 árum fer í aðra átt af því við fylgdum því ekki ég held að ég og Ingveldur kannski sjáum þessar hluti bara eins öðruvísi ég ber alveg virðingu fyrir því en ég sannarlega og ríkisstjórnin að nálgast þetta út frá því sjónarmiði að við erum að skapa aðstæðu fyrir framleiðni atvinnugreinar sem skapa verðmæt störf sem fólk sem að mentar sig hér á landi og fær sér ákveðna þjálfun hefur áhuga á sinna og skapar tækifæri til þess að við vöxum á mann líka það var 0% hagvöxtur á Íslandi á síðasta kjörtímabili á mann skilji. Það þarf að bregðast við því
og síðan getum við tekið langa umræðu eðli veiðigjalds og hvers vegna það er hagkvæmasta leiðin ef ætlar að kalla þetta skatt, hagkvæmasti skattur sem við getum fengið, verðan að það breytir engu fremleiðina atvinnugreinina, verðan þetta hrein renta. Já, en þetta verður verðmætasköpunar haust. Það þýðir ekki að verðmætasköpunar mun bara eitthvað dúndrast upp strax í haust. Það þýðir bara að þessi ríkisstjórn er tilbúin að sýna spilin, vinna með atvinnulífinu og skapa aðstæður þar sem við getum ýtt undir vöxt atvinnugreina sem skapa meira hagvöxt manna á Íslandi. Og það er bara ótrúlega spennandi. Það er ekki verið gert í ofboðslega langan tíma á Íslandi. Við erum að fá atvinnustefnuráð til starfa sem er ekki að fara að segja öllum hvað þeir eiga að gera, heldur hafa skoðun á því hvernig ríkið eyðir peningunum sínum í stuðningu ákveðnar atvinnugreinar, hvort það eigi verið að styðja svona mikið hér eða þarna ekki, og hvernig við getum unnið við atvinnugreinar til að hjálpa þeim að stað, verið svona eins og ensku myndir við kalla bara partnership, svona samstarfsaðilar, og síðan mun þetta atvinnustefnur að fylgja okkur eftir og segja okkur, herðu, hérna eru þið bara ekki að gera rétt, af því að það var svolítið þannig að mínu mati, sem kom aftur með pólitíkina vel hérna inn, að á síðasta kjörtímabili þá var svolítið verið að stýra ráðuneytunum bara í hvoru sínu horni. Það voru svona fagráðurar og þeir voru bara eitthvað, mig langar að gera þetta og ég ætla bara að senda fréttatilkynningu út um þetta og það skiptir kannski ekkert öllu máli þó það sem ég er að gera sé fullkomlega andstætt því sem einhver annar ráðherra er að gera. Og þessi ríkisstjórn er ekki að starfa þannig. Hún er samstiga. Þú veist, við erum að taka ákvarðanir þvert á ráðuneyti þar sem að sums staðar er það óþægilegra en annars staðar og þá er kannski bara betra að vera með svona atvinnustefnu, geta vitnað hérna og sagt, herru, við erum að vinna samkvæmt atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar, ég er ekki einn sem einhver fagráðherra skilur að taka þá ákvörðun að gera eitthvað, ég er að gera þetta vegna þess að ég vinn með öðru fólki og ég hef trú á stefnu ríkisstjórnarinnar. Þannig að já, þetta var eiginlega mic drop, ég er að loka tölum núna, spurningan er búin, þetta er bara svo leiðileg lokaspurningin já, þetta var svolítið erfið, þú veist, hún er ekki erfið, þetta er bara, þetta er kannski fyrir ykkar einföld leið til að tala bara um mjög flókin heimskili og hérna, en þetta er samt ótrúlega áhugaverð uppsetning hjá henni og ég menn þetta er alveg vel umræðhæft og við munum tala um þetta vetur. Já, ég ætla bara að segja hún fær því miður ekki heyra náður lokaspurninguna, ég ætla að svíkja með degi lofar, ég er búin að loka tölunni. Lokaspurningin er, þið kláruðu bara 40 af 100 málum á þessum þingvetri, ég spyr hvers má þjóðin vænta til áramóta, hvað ætli að ná í gegn? Sko, fjöldi er auðvitað ekki mælikvarði á hvað þú ert að gera. Ég hefði auðvitað viljað að ná fleiri málum í gegn, ég er bara metnaðarfull manneskja. Ég vil bara keyra á hlutina og ég vil bara, auðvitað ég vil að hlutin sé gerði vel, en svo vil ég bara halda dampi, skilji. Og ég hefði auðvitað bara viljað, ég get líka verið stemningsmanneskja ótrúlega en satt, skilji. Ég hefði bara viljað klára fleiri mál. En það var bara mikilvægur að gera það sem við gerðum. Og við förum bara stað í haust og mörg af þessum málum kom bara aftur inn í þingið, voru gríðarlega vel unnin, eru bara komið nefndaráli tilbúin, mörg af þeim var stjórnarandstaðan tilbúin að vera með þessu græna á, þannig að vonandi getum við bara farið hratt af stað. Við erum ekki að einblína á fjölda, við ætlum auðvitað að vera raunsævarandi fjölda, en við munum gera heilmikið, við verðum með verðmæta sköpunarhaust. Og síðan verður auðvitað með fjárlögin okkar og það verður ýmislegt gerst sem dómsmálaráðherra verður með stórt haust. Þorbjörg Heldursson. Spennandi. Já, ég menn dómsmálaráðherra verður með stórt haust og það eru allir mjög áhugasamir um það og hérna atvinnuvegaráðherra mun áfram koma sterk inn og ég verði auðvitað bara að segja orkumálaráðherra er líka gríðarlega opið. Hann er að standa sig vel. Hann er að standa sig vel. Við getum bara sagt þetta öll þrjú saman, einn, tveir og hann er að standa sig vel. En ég meina það eru allir með eitthvað flott og gott og hérna Inga náttúrulega kemur með flottan húsnæðispakka og hún er náttúrulega alltaf alveg tekur sönginn og já, það var aðeinslega, herðu Kristján Frostóttir, takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Bestu þakkir. Takk.